Þarna fann ég þetta. Ekki nú fara að heyrast í okkur. Má sjá. Jú, hann komur það maður. Þetta var nú meira vitleysa. Það er allavega gott að það komið í gang. Já. Komum við sæl og blessi. Ákveðni, smá tæknilega öruleikar hérna. Rísælunar. Mætti halda að við erum að fara að drepast í næstu viku. Það var svo með aldrei eitthvað. Alveg tækni eftir hérna. Ég þurfti sem sagt að íta á helvitis broadcasti sjálft hérna í broadcast mode og hérna og sem sagt ég bara spottaði að það var svona mic sem var mjútaður. Ég vissi ekki eins og ég gæti ítt á þetta sko. Og þá var það bara mjútað. Já, Jep. En ok, við erum allavega hérna í meiri tímatöku og Andri hérna að rúla þessu upp. Heldur betur. Yes. Á Berg. Og þótti Berglaugur líklegu kandidat í þessu kvöld. Heldur betur. Andri að sína rosalega hraða líka. Já. En já, það er fámenn til okkur. 4 á braut. Já, og Maggi Árna var alveg með þetta, við vorum bara mjút sko. Já, menn. Já. Svona þetta stundum, það er eftir ég var að setja upp hérna nýja tölvu, þannig að alla stillingar duttu út og allt saman, þannig að það er meginn að láta mig vita líka hvernig hljóðið er, hvort það heyrist ekki fínt í mér og fínt í Jökli og fínt í bílunum. Yes. Til að láta okkur vita. Það er Bergur á fjólubláðum 1,66. Já. Á bullandi rauðum. Hann bæti sig, og Bergur bæti sig líka, komin í 54,5. Já, hann var í 54,5 á hann líka. Bæti sig nokkra hundruðustu. Eitthvað í Jökli segja þar, má sjá. Svo. Sælir. Heyrist nú aðeins betri í mér núna. Þetta eru alveg tímar sem eru að setja þarna. 54 miðjar. Skrikar aðeins inn á síðasta hring. Bueno, segir Ingi. Þessar. Já. Þetta búið að vera æsispennandi tímataka, veistu það ekki? Jú, gríðarlega. Við erum búin að vera í einhverju tækni vandamálum innan helminginn af henni. Bergur er nú ekki að fara að bæta þetta úr þessu. Nei, ég ekki. Andri Thompson er safe með pólinn. Já. Ekki nema að Palli og Gretar. Nei, Gretar er búinn og Palli er búinn, já. Þannig að það er bara Andri sem er eftir. Já. Nei. Hann heldur pólum. Heldur betur.
með virkilega flottan tíma. Yes. Það var það bara... Tuttugu og eitt, 27. Það var startið þessu. Yes, sir. Já, það er allavega gott þetta reddaðist fyrir aðra deildina líka. Og finnst mér eitthvað skrítið... Já, þetta er kannski bara... Mér er svo bjart eitthvað á breytinni. Já, það er ekki bara sunset. Já. Og ég er í þess dagar fyrir tímatökuna, þannig að hún er kannski bara að setja stólinn. Já, nákvæmlega. En já, það var þetta Andri allavega í fyrsta, Bergur í öðru, Palli hérna í þriðja og Gretar í fjórða. Það séu svo ég var að tjekka útsendingu. Nei, já, bara fara yfir, bara stuðmála. Jú, það er mikið það. Það er mjög þetta. Yes. Já, þá var klukkan orðin. Það var bara að let's have a clean race og good luck á liðið. Yes, sir. Það er rolling startið okkar góða. Heldur betur. Engin sem lendir í vandræðum núna í Nei. síðustu beginni. Hvað, það eru efstu 5 sem sleppa það ekki? 5 eða 6? Já, þetta er svona 7. sæti sem að, og aftar Já. sem lenda í beginni. Let's go racing. Það er snirtilega staða. Já. Ef maður vissi ekki að Andri og Bergur væri í sikkur liðri, þá myndi maður halda að það væri liðsjólar. Já, blái liturinn. Það er bláar þrumur hérna á braut. Já, það getur verið. Mottum að stemma, það getur bara alveg vel verið. Já, syns það allavega að ná bílnum hjá honum Andra. Bergur nýtir sér alla brautina. Já, það eru mjög skrítin brautartakmörk á þessari braut. Akkurat. En maður fær oft skítuð dekk sko, en hún er rosalega gölluð með brautartakmörk. Sko bara dagina hjá Palla og Gretari. Já. Gretar á soft. Hann hefur gleymt að skipta dekk. Bergur á hard og Andri á hard. Allir á hard nema Gretar. Já.
Þetta kannski bara stratt, taka soft og hard. Það er þetta ekki nefnum alltaf skildudekk hjá okkur, þannig að það er... Nákvæmlega. Gæti nú alveg verið stratt, sko. Já, nýta það léttan bíl á softdekkjunum. Já. Gæti verið eitthvað. Og Palli hérna innan á... Það var ekki að... Með svolítið þröngar línu og Grétar kemur það hraðar út. Stingur sér einnig í draftið. Grétar víður hann betri línu út. Já, hann fór djúpt í fyrirbeginu, var það ekki? Já, eða þú veist, jú. Átti þá svo lélega línu út úr sætibeginu og... Já, Palli náður þessu miklu guttir. Jep. Nú getur hann að fara að sækja fram. Andri komin í þægilegar 2 sekúndur hérna. Já. Á toppnum. Ó, 2,7 núna bara í hótelkaflunum. Já, ég sá það. Bergur tók aftur svona víða línu hann út fyrir. Það er spurning hvort að það sé ekki bara að skemma fyrir honum. Já, það getur verið. Hann sé að þá fá skítu dekk inn í hótelkaflunum, sko. Akkurat. Þar viltu nú vera með gripi í dekkjunum, sko. Já. Það er alveg 26 að horfa hjá okkur. Já. Hvernig eru lækin? Ég er að kíkja á það, kíkjum á það. Það eru 8 lækum. Ég hafi nokkra sekundur áður en ég sé það. Já. Endilega skemmt að lækja á streamið. Já, þetta vildi nú ekki opnast þegar mér, þannig að... Sjö. 26 að horfa. Og... Getur maður 9 læk, það er lélegt. Þetta er að hækka. Herði, Bergur, bremsar og seint. Nei! Lendir í smá hremmingum. Action bara. Grétar er bara að ná Palla aftur hérna. Já, Palli er bara betri út úr þessum beigum. Já. Það er svo crucial þetta chicane, sko. Að ná góð exitið þar, sko. En það getur reynst líka mjög verið. Svo hvað gerist hérna á Berg. Það bara læsar aftan. Já, þetta var skrítið, sko. Það ætla maður ekki reykist bara í handbremsusbeiguna, eitthvað. Gæti verið nefnilega, sko. Ég hugsaði það, sko. Já, við erum komin í 15 læki hérna. Já. Herru, fær hann refsingu að það. Bergur er eitthvað ekki að finna sig á hörðutakinu. Nei. Hann er búinn að sýna töluvert meiri hraða í æfingum. Já, því stressi sig að ná okkar manni. Það gæti verið. En maður hefur mikla væntingar til sín, sko. Já, mér oft gengur betur í keppnum sem að ég er ekki búinn að æfa fyrir, af því þá er ég ekki stressaður. Já, bara tekur því sem koma að skjá, bara. Akkarlega. Það áttu reyndar ekki við í síðustu keppni, það gekk hræðilega, sko. Svo datt ég út af Nelssonar vandamálum. Já, það var leiðilegt. Já, sem er eftir ástæða fyrir að ég kom með nýja PlayStation hérna á gólfið. Já, nákvæmlega. Það er ekkert verið að sitja á hakanum með verkefnum, sko. Nei. Bara gengi beint í þetta, sko. Já, það hefur eitthvað vant að PlayStation 5 eða ónýtt Netssonar tengi, þá var ég með einast líka. Þetta er svolítið. Já. Ekki vinsæl til að keppa á samt.
með svona mind of its own. Já, akkurat. Já. Þetta gæti nú orðið langir hringir hjá okkur. Já, gæti orðið það, sko. Búið að tegja staðis á munum. Já. Hann Andri er bara í zóninu, bara Já. 56-6, 57 sléttar. Lendur smá hremmingum í síðustu byrju. Tapar svolítið tíma þarna, já. Já. Bergur tekur undercut. Já. Hringir, hann ætlar þá að taka 10 hringi á medium. Já, er ekki 11 í rauninni, af því hann fer inn í lok fjórða. Já, er hann komin yfir inn á? Palli snýr hérna. Nei, ok, já, hann er að fara að taka 11 þá. Ég held að hann væri ekki komin yfir línuna. Hvað sagði, snýri Palli? Það er síðan hann með skemmt. Snýri hann út í fyrstu beygju. Það er vonandi að Bergur finnir sér medium. Geti galdra fram einhverja góða tíma. Já, Andri bara komið með 19 sekúndur í Grétar í öðru sæti. Það er ansið slitinn hjá honum, softdekkinu hjá honum Grétari. Já, ég get vel trúið því. Þá byrjaði maður vel að finna fyrir, það hefur hittnað svo rosalega mikið þessi softdekk. Já, þetta er einhvern veginn bara alltaf þegar dekkinu er komið niður fyrir 50%, þá koma þá dettur niður á svona annað þrep, sko. Akkurat. Það er Bergur, nei, Palli hérna að ná honum aftur, já. Já. Þá fer Grétar inn og Andri er í bit. Palli ætlar að halda áfram. Það er svolítið painful að vera að keyra hann út úr þessu pit, sko. Það er lengi að gerast. Hann kemur hérna bara rétt eftir Palla. Bergur hefur náð að sækja og er 8 sekundur á milli þeirra. Já, hann er komin alveg vel á undan honum. 5,3 núna. Já. Og er á fjólubláum. Er hérna, já. Það er eitt svona ég sakna úr opnu annardeildinni frá því að við vorum með fullan tank. Já. Það er að menn gátu tekið séns á no-stop. Já, akkurat. Það voru einhverju svona örfáir bílar sem maður náði því. Já, eins og hérna, þú veist, það er alveg hægt að taka 15 hringi á hard á fullum tank. Já, okkarlega. Það er enda vel góða punktir, sko. Já, nú er Andri að ná Palla hérna aftur. Já. Það er nú að vera fljótur hann á framúrunum líka til þess að hérna tapa ekki tíma á Berg. Já, akkurat. Það getur oft verið reynst erfitt, sko. Já. Sérstaklega á þessari braut. Já. Hann ætlar ekki að Palli gefa aðeins fyrir. hérna. Já.
Þetta lifur minnir mig svolítið hérna hjá honum Palla, minnir mig svolítið á hérna Elko, back in the day. Hann var lið í úrvalsdeild einu sinni. Já, ég sé bara myndir af því, en þú segir það er rétt. Hugsa að Palli fari inn á þessum ring. Ætli hann sé að hugsa softir undir lokin? Palli, já, spurning. Hvað fór Grétar, hann fór hvað, 6 ringi? 5 ringi? Já, eitthvað svoleiðis. En þú veist, það var að leysa sem nóg eftir dekkjum, það bara ekki gripið jafn gott. Já, ég bara spá með bensinni hjá honum, sko. Já. Hann er svona skjóta á hann eigi ekki heila hring inni, sko. Nei, hann er ekki heila hring. Hann fyrir inn á þessum, sko. Það er ekki það. Já. Hann er að ná að saxa þessu upp bilið af því. Koma í 5,3 árin að Jan Berg. Já. Hann var komið niður í 4, komið eitthvað. Bergur, já, það fyrir Palli inn. Bergur heppinn hann á, þurfi ekki að berjast hann. Akkurat. Það var nú eitthvað gerst hjá hann og Grétari. Hann komið 30 sekúndur fyrir aftan. Já. Svolítið strakk að fara akkurat úr soft yfir í hard. Yfir að hard, já. Akkurat. Já, Bergur hefur þurft smá stund til þess að finna rytmann, sko. Þannig að núna er bilið ekki að aukast svona eins og áðan. Nei, akkurat. Herri, á Palli kýpar svo oft. Hann ætlar að láta finna fyrir sér. Svo hann út á soft aftur? Nei. Hann var á hard. Það Grétar sem byrjaði á soft. Það er rétt. Hann hefur tapast svolítið að vera svona lengi á hardtækjunum. Það er 27 sekundur í Berg. Já. En alltaf spinnaði á hann. Bergur komur aðstar hringinn. 55-5. Já, það er nú bara mjög gott á miðjumdækjum. Já, klálega. Og þá bætir Andriða. 25-3 ár. Andri bæti. Já, hann er búinn að saxa svolítið á hann líka. 6 sekundur á milli þeirra. Já. Það hefur verið svona Verstappen move, hann hefur séð að Bergur, það var ekki að fjarlægast Berg og þá sett hann meira gas. Já, nákvæmlega. Sé að Bergur og tölvöld minna bensín en Andri. Já, kannski fer betur með það. Já, náttúrulega. Þessi Ferrari fer vel með bensín. Það er svona þarfarskiptunum snemma. Já. Ég verð nú að segja að það er mjög flott að horfa á keppni á þessari braut. Já. Hún er svo vel upplýst og skemmtileg. Akkurat. Mert aðeins, sko. Flott þessi flóðlýsing. Já.
Komið líka skemmtilega angul á kameruna. Ekki eins og á sumum brautum þar sem þú ert bara alveg upp í bíluna þegar veggur bara við hérna brautuna. Já. Þykir svolítið leiðilegt hvað þessi brautatakmörk á þessari braut eins og Bergur fara lengst út fyrir sko. Þetta eru bergslínur. Já, hann ekki að græða þeim. Nei. Hann tekur náttúrulega miklu lengri línur í rauninni ef maður tekur svona rosalega vítt. Já. Já, nú Billi búið að aukast svolítið á milli þeirra. Já. Andri hérna 55, já hann búinn að bæta tíman aftur, 55-0. Já. Hann bara í sérflokki í kvöld. Já. Það síðasti hringur hjá Berg var 58-1. Og hann tók á hann 3 sekúndur hann bara á einum hring. Já, vá. Ég sé hérna okkur tíman hjá honum, ég sé optimal tíman hjá honum, Andrað er 54.9.11. Já, ok. Hann á gríðarlega flottu peysi. Já. Þetta eru svolítið flottar myndavélar sem koma á þessari braut. Já. Sem myndavélar. Sérstaklega hérna hjá hótelkaflanum. Það eru Bergur kemur inn. Nú. Hann ætlar að ná hraðasta hring. Já, hann með fritt pitstop. Já. Það má ekkert klikka á hringnum samt. Nei. Hann sér að hann bara að fjarlægast hann Andri. En þetta gerir samt að verkum að Andri í rauninni gæti farið inn núna og farið líka svo oft. Já. Það hefði nefnilega verið mútið að fara inn sko á næst síðasta hring. Já. Fyrir næst síðasta hring. Þá hefði Andri verið komið fram úr en hérna fram á pittinum og ætti þá ekki möguleika á því sko. Nei, akkurat. Það er spurning hvað hann gerir. Já. Það var alveg sterkur leikur. Svo spurningin hvað hann spænir dekkjunum upp hratt sko, því ég held að hann hafi bara eitt sjens í hraðasta hringinn sko. Já. Með þetta dekkjaslít. Já, nákvæmlega. Bergur. Og hvað þá með þennan tíma í fastur lap sko. Já. Sem að nú þegar komin. Akkurat. Það væri náttúrulega sniðugt líka bara að halda sig úti með 23 ár. Hann fyrir inn. Gerir þetta bara, það takir þetta bara safe. Hann fyrir inn í pittin. Ha.
skemmtilegt að sjá þetta samt. Já, klálega. Báðir fórstöðunir að skella sér á soft og reyna við hraðasta hring. Já, akkurat. Tveggja bita strategy í opnumdeildinni, bjóst ekki við því. Já. Svo hvað eru strax orðin eitt softakinn hjá Berg. Já, það verður fljótt að fara, sko. Já, eftir 1,5 hring. Já. Og ef maður er í full push, sko, þá er það fljótt að detta bara á svona medium hraðaðirunni eftir helming, sko. Akkurat. Það var allavega töluvert erfiðar að draga meira út úr dekkjunum heldur en á fyrsta hraða hring, sko. Já, akkurat. Bergur er ekki fjólblár, hann var að bæta sér eigin tíma. Nei. Samt bara 0,1. Já. Það getur verið að þetta komi núna í þessu kafla. Telja byggilega mest í þessum kafla líka. Softakinn. Klálega. Hvað gerði hann? Ás! Bætur á 21.000. Hvað getur Andri Dómsson gert? Hann var örugglega meira inni samt á fyrstu 2 sektornum á Bergur, sko. Já. Ójó, hann var að bæta 0,7. Hann Andri? Já. Já. Koma yfir sektor 2. Það er spil að tapa en samt að bæta tæplega 0,6. Nákvæmlega. Það gerir Bergur. Hann er að bæta 0,9 hraðasta hringinn. Nei. Hann er 0,9 fjólblár. Þetta er bara hætt að vera keppni sæti, þetta er bara keppni hraðasta hring. Já, nákvæmlega. Hann ætlar að taka hann. $53,997. 53,9. Jesus. Þetta er opnadeildin. Já, þetta er alveg... Úff, 999. Oj. Já. Hann var á töluvert betra peysi, sko. Veistu, Andri var 0,58. Já, og Bergur var með... 0,9, hann hefði tapað rosalega held í hótelkapinu. Já. Svona geta styrkleikarnir hjá mönnum verið mismundi, sko. Já, akkurat. Mismundi brautum. Nei, mismundi stöðum á brautinni. Nei, og Bergur snýr. Nei! Fær hann að skemmta fram hann. Að bæði dekk og stuðra. Nú er svolítið spenntur að vita, er Andri að... Þess Bergur náða að kreista þetta svona út úr dekkjunum á... Já. Ég er með góður. Júkull, er ég að fara að keyra bara með öftustu munnum á miðvikudaginn? Þetta eru fáránlegir tímar. Ha?
Ég held að ég sé búinn að taka best, sko, 53.7 eða eitthvað. Já. Á soft. Þetta er ekki smá tíma, sko. Já, 53, 747. Já. Kíkjum á Berg. Hann alltaf, já, snýr á þessu hring. Já, ég erum að skoða replay á því. Já. Bara aðeins og fljótur að gefa hana hana út úr síðustu yfir kantinn. Já. Nei, út úr síðustu, út úr hérna Herbin beginni. Akkurat. Þetta var skemmtilegt tvist á útsendingunni í okkur. Já. Breytist í bara svona tímatöku. Já. Reis. Þetta er betur. Getur hann kreist fram? Nei, dekkin eru orðin undir helming hjá honum Berg, þannig að hann er eiginlega ekki að fara að bæta tíma sinni upp á þessu, sko. Andri er ekki að bæta tíma sinn. Nei. Já, Bergur ekki heldur. Sjáðu dekkin hjá Palla. Herru, vá. Hann fór náttúrulega inn á 7. hring, sko. Já, akkurat. Þessar vinstri eru nú svolítið... Komin yfir línuna í fyrsta sæti. Já. Bara veðlega sem sigri komin. Þetta er betur. Og ekki smá tími heldur líka. Já. Fastast lapp. Rosalega tími, sko. Nú kemur Bergur hérna með Bergslínuna sínar yfir línuna í öðru sæti. Palli á vírunum. Já, heldur betur, sko. Það er ekkert grín að keyra þessi svona sliðin, sko. Hann var að bara komið með meira greip að hann kom bara að víra í átt, sko. Já, akkurat. Í 3. sæti. Gretar hérna í 4. Já. Já, þetta var óvænt tvist á reysið. Já, hann að með það. Bjóð til skemmtilega spennu. Já, þetta betur. Það vantaði nú alveg eitthvað í þetta reis, þannig að ég ánægði með þetta. Já, akkurat heldur betur. Gretar kemur með lína. Yes. Var við það. Andri í 1., Bergur í 2., Palli í 3. og Gretar í 4. Já. Rosalegur hraði á þessum mönnum í dag. Heldur betur. Á honum Andra og Berg. Og líka svaðalegt að sjá hérna hröðustur hringina hjá þeim hana 997 og 999. Já. Galið, sko. Ég sá að Toppi kaus hérna Andra Tops sem driver of the day. Ég held að hann fái mitt atkvæði líka. Kérði þetta bara slysalaust og vandræðalaust. Nákvæmlega. Það var með þetta bara alveg í hendi. Fagmannlega gert. Þetta er betur. Sér Heimi kýsa hann hérna sem líka driver of the day. Já. Þannig að ég held að Það vil að því komin. ég þetta bara fyllilega skilið. Já, ekki spurning.
Yes, en já, er það þá ekki bara komið gott okkur í bili? Við erum að fara að starta annar deildinni núna eftir smá stund. Þú ert að fara að skella þér í vinnuna, brunastað í vinnuna. Jú, mikið rétt. Yes, sir. Gunni ætlar að koma og vera með okkur hérna með aðra deildina. Ég held að við fáum nú aðeins fleira á braut í annar deildinni heldur en hérna í opnum deildinni núna. Já, ég vona það. Já, það er allavega búist í því. Já, klárlega. En hérna þá segir þetta bara... Já, takk fyrir kvöldið og takk fyrir kemna og takk fyrir útsendingar í kvöld. Já, sömuleiðis. Sjáumst eftir smá.